Það komið að því að ræða heimsmálin. Nú Hilmar Þór Hilmarsson hérna í stúdíunni hjá okkur. Þú ert á leiðinni til Asíu í rannsóknarleyfi. Já, ég flýg bara, leggast það frá Keflavíkurflugvelli í nótt bara. Já, verður fjarri góðu gamni? Já, þetta er löng ferð, en ég svo sem vanur að ég hef unnið í Asíu, var í Hanoi í Víetnam í 3 ár. Já, en núna ertu að fara í rannsóknarleyfi til Thailands. Já, til Bangkok. Þú heppinn að Trump kom á friðarviðræðum? Já, hann sagði bara við þá að ef þeir ekki myndu, eða held að hann að berjast, þá myndi hann setja á þá ofurtolla, eitthvað með 40%. Núna sé ég að hann búin að leggja tolla á Bangkok, á Thailand og Kambódíu sem voru að berjast 90%, saman með Malasíu. Ég held að þetta sé mikil Trump að þakka, en samt forsætisráðherra Malasíu sem heitir Anwar Ibrahim, sem ég kannast við frá því ég var í Alþjóðabankanum. Hann var formaður þróunarnefndar Alþjóðabankans. Þá var ég aðstofamður utanríkisráðherra og utanríkisráðherra Íslands sat þá sem fulltrúi Norðurlandana og Eystrasaltsríkjanna í þróunarnefndinni. Og þess vegna var mikil vinna í kringum það að undirbúa alla þessar ráðherrafundi, og þess að þá sat íslenski utanríkisráðherrann fyrir 8 lönd. Þetta eru 24 sæti held ég fyrir 200 lönd. Og Anwar Ibrahim var yfir öllum hópnum, og hann er mjög klár, hann þekkir öll smáatriðin, var hann til að semja svona flóknir samningar milli Kambódíu. Kambódíu er fátækasta ríki Austur-Asíu, Tæland er miklu stærra, Tæland er með yfir 70 milljónir manna, Kambódíu 17. Það munar miklu á fólksfjölda, það hagkerfið í Tælandi getur verið svona 10 sinnum stærra, þeir eiga svona 7 sinnum meira til varnarmála heldur en Kambódía. Þetta var ójafn leikur, en það er náttúrulega slæmt ef að byrja svona átök, hvernig ætlar við sjáum þessu í Úkraínu, ef átök byrja þau dragast á langinn og verið tjón og mannfall, það voru erfiðar að slökkva á þessu. Það er svo hefndin kallar á hefnd. Og það hjálpaði þetta að Donald Trump sagði að ég er að semja við það tollamál, og hann sagði bara ef þið haldið að hann að berjast þá bara setjum við á okkur ofur tolla. En hvaða máli skiptir viðskipti við Bandaríkin fyrir þessu lönd? Því að þú hefur sagt að Bandaríkin, Trump, sé kannski að ofmeta styrk Bandaríkjana í heimshagkerfinu sem hefði kannski fyrir 70 árum geta bara slökkt á öllu með þessum aðferðum. En núna eru mörg lönd sem horfa fram á það að viðskipti Bandaríkjanum eru kannski ekkert svo veigamikil að kannski, maður þarf ekki alltaf að hlýða Bandaríkjunum. Það er misjafnt á milli landa. Það sem ég verið að segja það þýðir ekkert fyrir Bandaríkjunum að fara að beita svona secondary tariffs eins og þau kalla það, tolla sem eru að fara að refsa Kínverjum, Indlandi og Brasilíu fyrir að stunda viðskipti við Rússland. Hann ætlar að gera það. Já, það segist alltaf ekki það. Það verður mjög erfitt fyrir hann. Hins vegar ef þú horfir á Kambódíu og Tæland, þá eru þau í töluvert miklum utanríkisviðskiptum við Bandaríkin, og ég var að skoða tölur bara í fyrra dag með tölur mikið viðskiptahalla við Bandaríkin, þannig að þau lögðu þetta er misjafnt eftir löndum. Við til dæmis erum ekki eins miklu utanríkisviðskiptum við Bandaríkin eins og þessi lönd. Þessi lönd eru í meiri utanríkisviðskiptum við Bandaríkin heldur en við erum við Bandaríkin. Okkar markaður er aðalega sameiginlegi markaður evrópska efnahagssvæði, sameiginlegi markaður Evrópusambandsins, en fyrir þessi lönd skiptir þetta máli, þessi markaður. Fyrir Kambódíu, ég var að skoða, þá voru Bandaríkin mikilvægasta landið, og fyrir Tæland skipti Bandaríkin miklu máli. Það var töluverið viðskiptahalli sem ég sá að þau voru að flytja meira út í Bandaríkjunum en þau keyptu af Bandaríkjunum. Mikið í gegnum bandarísk fyrirtæki. Ef þú kaupir eitthvað á netinu, fyrir amerískt vörumerki, svona, bara eins og skyrtan sem í eitthvað, þá er þetta oft búið til í Bangladesh eða... Já, það er bara... Það er bandarísku fyrirtækjum. Já, þarna er vinnuafl ódýrt í öllum samanburði við Evrópu eða Norður-Ameríku, og þá eru merkja fyrir fyrirtæki, þau framleiði þessum löndum, en það er alveg sem fyrir þessu lönd skipti máli að geta náð eitthvað samningi við Bandaríkin, og þannig að þetta er misjafnt milli landa, sko. Svo var hann að setja hann var að setja hærri toll, hann setti 90% á Tæland, 90% á Kambódíu, þetta er ekki tollafrít, og Malasíu 19, var áður að þannig 40%, það er mikill munur á því hvort út með 19% eða 40%, þeir eru ekki svo langt frá Evrópusambandinu sem fekk 15%. Og Ísland líka. Öll EFTA-ríkin fengu 15%, ég var að skoða það, ég var að skoða Guardian, byrti töflu þetta, og þá var Noregur, Ísland og Litáin
fengu 15% toll, alveg svipað Evrópusambandið, þannig við erum í sömu kategóriu, en hins vegar fekk Sviss, sem í EFTA líka, miklu, hvort það var 39, miklu hærri toll, þeir eru með tvíhliða samninga við Evrópusambandið, eru ekki á Evrópska efnahagsvæðinu, og það spyrir hvað Íslands stjórnvöld að bregðast við síndist að utanríkisráðherra okkar væri með svolítið stórar yfirlýsingar, en ég myndi halda að ef við ætlum að samningur Evrópska efnahagsvæði, eða samningur okkar við Evrópusambandið, hann stendur og fellur með Noregi. Ísland og Liechtenstein hafa ekki slagkraft í þessum viðræðum. Þannig ef við ætlum að fara að semja við Bandaríkin, líka því við erum ekki með útgjöld varnarmála, þá eigum við að mínum dómi að fara í gegnum Noreg og að löndin komi 3 saman. En af hverju segir það? Ég myndi skilja það að Ísland myndi ná betri árangri með að semja með Noregi við Evrópusambandið, en ég sé ekki af hverju Ísland gæti ekki náð bara ágæti samningi við Bandaríkin einn og sér. Vegna þess að málið er það að ein ástæða því að Donald Trump er að leggja tollin á Evrópu. Ef ég má rökstuða vegna þess að Ísland hefur allt aðra stöðu í öryggismálum frá sjónarhóli Bandaríkjanna heldur en Noregur. Þannig að við gætum mögulega fengið betri kjör ef að menn vilja selja landið heldur en með Noregi, af því að ef við fengjum einhver sérstök kjör þá væri það út af öryggisstöðu okkar. Já, en það sem er að ræða er það að Noregur er eyða miklu í opnakaup frá Bandaríkjunum og þetta er stórt land, þeir eru með tölverðan hér miðað við stærð eftir ekki 5 milljónir manna eitthvað. Ef að ein ástæða fyrir Donald Trump, ein rökin hér Donald Trump fyrir því að leggja hana toll á Evrópusambandið, frekar hann bara hafa 0% toll beggja vegna hafsins, er að Evrópa skuldi Bandaríkjunum eitthvað og þá er það varnarmál, öryggismál. Þeir hafa farið illa með okkur, þeir hafa plata okkur alla hennan tíma og nú geta það bara borga toll og þá er að borga toll. Áður var búið að samþykja það á þessu smjaður NATO-fundið sem allir leiðtogar NATO og Frankfurtstjórnir voru að smjara fyrir Trump, slógu hvert heimsmyndi að fætur öðru í smjaðri, að þá var farið í 5% útgjaldi varnarmála og þetta snýst alltaf það að Donald Trump er að segja ok, þeir eru búin að svindla okkur áratugum saman og nú er bara snúið þessu við. Þið farið að fjármagna NATO og kaupið þessu vopn sjálfur, kaupið vopn á okkur þið borgið inn á toll og svo kaupið þið gas frá okkur á miklu hærra verði heldur en þið fengið í Rússlandi. Kaupið vopnin sem við sendum til Úkraínu, þið borgið fyrir þau. Já, og svo allar hann fá auðlindir Úkraínu líka og svo er búið að skulda sig að fjárfesta í Bandaríkjunum fyrir $600 milljarðar og þetta er þá engageirinn í síkvæmt að Evrópusambandið allar að skikka engageirinn innan Evrópu að fara að fjárfesta í Bandaríkjunum 600 milljarða. Þeir geta auðvitað keypt olíu ef þetta er ríki sem er að kaupa olíu, þjóðríkin sem er að kaupa olíu eða kaupa gas, þetta er þetta gas sem við erum að tala um þarna. En Donald Trump er með þá hugmynd að Evrópa skuldi Bandaríkjunum og þetta aukin framlög til NATO, því fjármagni stríði í Úkraínu og svo komið því líka og svo leggjum við okkur tolla. Ef að við förum í tvíhliða viðræður við Bandaríkin þá og þetta er það sem John Bolton, þjóðaröryggisráðgjafi fyrirverandi fyrsti þjóðaröryggisráðgjafi Trump, hann taldi ekki vekja athygli Donald Trump á sérstöðu Íslands. Við erum ekki að borga neitt í varnarmála. Þess vegna myndi ég segja, ef ég væri utanríkisráðherra, ég myndi að þessi 3 lönd sem eru á Evrópska efnahagsvæðinu sem eru líka EFTA, það er Liechtenstein, Ísland og Noregur. Og með fullir virðingu fyrir Liechtenstein og Íslandi þá hafa það enga slagkraft í þessu og Ísland er ekki með her en Norðmenn er með her og þá myndi ég láta Norðmenn og þá myndi ég fara í viðræður þessi 3 lönd saman undir forystu Norðmanna vegna þess að þeir eru að kaupa þessi vopn og eru að gera hluti og þessi samningur sem er aðgang þessara 3 EFTA-ríkja að sameiginlegum markaði, hann stendur og fellur með Norðmönnum. Það er bara þannig. En þú ert ekki, eða því að Trump, sjónarhóli Bandaríkjanna, lítur á að Evrópa skuldi Bandaríkjunum fyrir að hafa haldið uppi vörnum. En líklega munu þeir sömu sem eru með þá greiningu ekki horfa með öðrum hætti til Íslands, þá því að Bandaríkin hafa litið á Ísland sem svona hluta af sínu öryggisvæði, að þeir vilja hafa eða vildu hafa viðveru hér út frá eigin öryggismati, ekki okkar.
Þeir fóru þegar þeir endurskoðu það mat, þeir fóru ekki frá Þýskalandi af því að þeir telja að það sé eitthvað samningur að þeir eigi bara haldið með vörn Íslandi, þannig að afstaða þeirra til svona stöðu Íslands út frá sínum öryggishagsmunum önnur en annar Evrópuríkja. Já, við erum á allt öðru svæði heldur en við erum ekki svona, það sem að vera kallað á ensku backyard, þá hinn Norðurlöndin og Íslandsríkin, þau eru öll í bakgarði Rússlands, við erum það ekki, við erum miklu frekar í bakgarði Bandaríkjanna og það má veltaði fyrir sig hvort að Monroe-kenningin sem að segja það að Bandaríkin við líði það ekki að neitt stórveldi sé í sínu bakgarði og þá má segja sér svo að Kanada og Grænland og Ísland jáfnvel sé í þeim pakka ásamt Mið- og Suður-Ameríku og það má segja það en ég myndi ekki fara að fara í tvíhliða samning eða tal við Donald Trump sem myndi það sem að viðræður kæmi upp hvert eitthvað framlag til varnarmála. Ég myndi sneiða hjá því ef hægt hins vegar alveg ljóst að öryggishagsmunir Bandaríkin hugsa fyrst sína þjóðaröryggishagsmunir þegar þeir að tala við okkur og það þjóna þeirra þjóðaröryggishagsmunum að vinna með okkur og vera með aðstöðu hér á landi en ég myndi halda athyglinni frá því að við erum ekki að borga, við erum ekki með her og við erum ekki að borga 5% til varnarmála, borguðum ekki þessu 2% og ætlum ekki að borga 5%, við ætlum að styrkja innviðina og það er eitthvað sem við þurfum að gera hvort sem Nei, þetta nú meira en það sko. Þetta eru kannski 70 milljarðar á ári, það kannski þriðjungurinn af því sem hægt að segja við hvort sem þurft að gera það, en þarna við náttúrulega að láta mannvirkjasjóð NATO leggja blessun yfir innviða uppbyggingu á Íslandi, langt umfram það sem að ég veit ekki, telst. Það verið að til dæmis stökum dæmi það að Landhelgisgæslan þarf að efla hana mikið. Hún þarf höfn og hún hefði búið að ætla henni höfn í Njarðvík sem þarf að gera mjög mikið fyrir til þess að hún sýta held ég að sé nothæf fyrir þá og sérstaklega þeirra umsvið stækka. En líklega verður svo höfn kannski stækku til að taka við einhverjum annars konar skipum. Já, það þegar í gangi, Helguvíkur höfn, það verið að stækka, það verið verulega breytingar það var upprunalega, svo höfn var byggð af Bandaríkjunum og var mjög umdeilt á sinni tíma, menn vildi alls ekkert fá þetta, sem allavega vinstri menn, vildu ekki fá þessa höfn því þetta verið hernaðarmannvirki, þetta var olíuhöfn sem verið Bandaríkin og nú verið að breyta henni og þannig að hún geti tekið við stórum herskipum og svo að koma þetta kjarnorkukafbátarinn öðru hverju og það gert í samræmi við Landhelgisgæsluna verið að skipta áhöfnin og annað. Þetta ekki eitthvað sem hægt að orða sem að við hefum hvort sem gert þetta. Sko. Ef Ísland verið að byggja upp sína innviði til þess að hafa hér kröftut og öflugt samfélag, þá verið þetta ekki ákvæmlega. Já, sko, við getum til dæmis. Þá verið að leggja vegi og við verðum... Já, en það væri svakalegt hagsmunamál fyrir Bandaríki til þess að flugvöllurinn á Akureyri og flugvöllurinn á Egilsstöðum eru lengdir og styrktir vegna þess að það er þannig að þegar ég var aðstofnur utanríkisráðherra það lögðu Bandaríkjamenn mikla áherslu á það að geta lent kafbátarleitavélum og flugvélum sem að geta lent á þessum flugvöllum, geta lent þeim þar sem var á flugvöllum og þetta var frekar viðkvæmt mál, þetta var samið með þessum tíma og í staðinn fengum við loftvarnir, fasta loftvarnir sem eru dýrar en við samþyktum það að til dæmis kafbátarleitavélar gáttu lent á Akureyri, gáttu lent á Egilsstöðum og það mætti hugsa svo að það væri hagsmunamál fyrir NATO og fyrir Bandaríkin að það hefði gert ennþá meira fyrir þessa flugvelli til dæmis geta F-35 eða F-15 norðstóttur ekki lent á þessum flugvellum þeir eru ekki nógu langir þess vegna væri þetta að segja að það væri hluti af öryggisinnviðum að útbúa þessa flugvelli þannig að það geti orðstóttur lent þarna. Ég hef ekki skoðað þetta í smáatriðum hvernig þetta hægt en það er flugvellurinn á Akureyri það töluvert mikla framkvæmdir þar og það er komið millilandaflug núna sem var ekki áður og það mun aukast með tímanum það er verið að flugstöðin hefur verið að byggja hana við og styrkja og efla þetta og það geti verið hluta pakkanum og þá geti leið stærri þotur, núna geta Airbus 320 og Boeing 757 eða 737 vélar, það geta lent á Akureyri og það getur held ég lent líka á Egilsstöðum því ég sé ekki sminskunnugur þar en það væri hægt að stækka flughlöðin og lengja flugstöðarnar þannig að það getur stærri vélar og vélar sem þurfa lengri lendingu þurfa stærra svæði til að lenda og lengri flugbrautir að þær getur lent þarna
það getur verið hluta sem pakka og það getur þá opna leið fyrir allt með svo Akureyri að það getur stærri þotur verið að lenda þetta líka. En það sem ég var að segja að ef við þyrftum ekki að taka tilliti til þess að NATO blessaði þessi 1,5% sem að reyndar á ekki að koma til fulla framkvæmda fyrir 2036 ef maður rétt, að þá þetta ekki endilega það sem yrði efst á óskalista Íslands samfélag til þess að byggja þau upp og treysta. Þannig, og þessi stefnubreiting íslenskra stjórnvalda að eyða meiru í varnartengda innviði í þessu tilfelli og svo hafa náttúrulega íslensk stjórnvald samþykkt að eyða töluvörðu fyrir í Úkrænustríðið og annað sem hægt að skilgreina sem hernað. Sprengjuskýli? Já, þetta var gert mjög hratt bara á síðustu svona 3 árum. Það voru orðið, ég vissum að við hefum hist fyrir 3 árum að þá hefðu við svona talið að vera frekar ólíklegt að Íslands stjórnvöld myndu bara eiginlega án nokkur umræðu á Íslandi samþykkja það að 1,5% af landsframleiðslu rynni til hernaðar innviða fyrir árið 2036. Já, sko, en ég vil halda svolítið aðgreindi með Úkraínu og hittmálið, en hittmálið sem nefnir varandi 1,5% af verkefni sem þurfum stórað upp að þetta á að gerast 10 árum. 2035. Þau koma þessi 10 ár sko, endanum ertu komið til 2036. Já, en hins vegar verða eiginlega allir þessi leiðtogar sem hann samþyktu þetta farnir frá þegar þetta verður og við vitum það að svona að það að hafa þetta svona langt tímabil 10 ár og það sé ekki alveg skýrt hvað þetta á að gerast hratt, þetta ekki kannski alveg línulegt, þá að fylgjast með þetta sé gert eitthvað að þá trúverðuleikin ekkert voðalega mikill, en þetta verða aukin útgjöld og það alveg ljóst, ég held að sé alveg ljóst að við þurfum að koma með eitthvað sem að hjálpar til við að auka öryggi Norður-Ameríku og Meginlands-Evrópu og þá verða framkvæmdir sem verða hluta til það sem við myndum hvort þurfa, til dæmis við Eftirlandskjörsluna þá þarf að bæta hennar stöðu tölvöld mikið og líka innviði, hafnir og aðstöðu sem hún hefur fyrir utan skipaflottan þeirra og svo flugvellir eru líka mjög mikilvægir og ég meina Keflavíkurflugvöllur var byggður á sínum tíma af Bandaríkjunum og Reykjavíkurflugvöllur var byggður á breska hernum og við hefum ekkert haft ráð á því að byggja þetta sínu tíma. Helguvíkurhöfnin, það verið að stækka hana og það ég veit ekki, það örugglega NATO-borgarið í Bandaríkjaborgið ég held að Ísland sé að taka þátt í töluverðu af því sem verið að gera svo Keflavíkurflugvöllur nú þegar og það getur vaxið. Þannig að já, við munum þurfa að borga eitthvað en ef að til dæmis að verður farið að lengja flugvöll á Akureyri, ég veit ekki hversu miklu möguleikar eru tæknilega á því eða á Egilsstöðum, þá geti það líka opnað möguleika fyrir meira auki millilandaflug með stærri þotum og stærri flughlöðum, þannig að þetta blanda þessu saman en ég held að Ísland það sem aðildarríki þurfa að gera, þau þurfa að koma með bara árlega hvað þau gerðu, það verður fylgst með þessu og ég býst við því þó ég viti ekki að það sé að við höfum eitthvað val en það þarf að vera eitthvað sem hægt að sýna fram á og koma gagni og til dæmis eins og John Bolton fyrsti þjóðaröryggisráðherra Trump talaði að efla landhelgisgæsluna því það væri orðið svo nauðsynlegt að fylgja meira öryggi á norðurslóðum og meira eftirlit og meiri björgunar geta og það verða siglingar tíðari og fleiri skip sem að fara og þá eigum við að hafa frumkvæði að bjóða það því það nýtist okkur líka því við þurfum að fylgjast með okkar efnahagslögsum sem mjög það verður kannski ekki meiri siglingar ef það eru bara viðskiptabönn á milli landa það fjölgar ekki mikið siglingunum ef að Rússland með 300% toll í Bandaríkjunum. Já, en ég fyrstulega þá held ég að Donald Trump myndi ekki sitja lengur en 3,5 ár þannig ég vil ekki endilega segja það sem hann að gera núna verði eilíft og það aukið þá vill nú ríkisstjórn Bandaríkjanna vill semja við Rússland það ólíkt Evrópu, þeir vilja semja við Rússland og ég held að viðskipti milli Kína komið þetta inn Kína komið þess inn bakteríamegin í gegnum Rússland á bakinu Rússlandi inn á þetta svæði og þess að geta siglt þeir óttast að svo kallum Malakka-streitt milli Malavíu og Indíu sem getur verið lokað og þá vilja þeir komast bakteríamegin siglingarleiðir
í norðurslóðir og ég held að viðskipti við Kína, bæði við Evrópu og Norður-Ameríku verði áfram mjög mikilvæg. Ég hef ekki trú á því að Bandaríkin á að knésetja Kína í slíkum viðræðum. Þeir geta sett ykkur að tolla en Kína er það sterkt líka og líka Bandaríkin eru mjög háð Kína varandi kaup á sjaldgæfum málmum. Þannig að ég bara trúi því ekki að það auðvitað getur orðið eitthvað svona vandamál en ég held að það verið tímabundin. Þau verið tímabundin og það er alveg fáránlega hugmyndir í Bandaríkin alltaf verið í stríði við Rússland en það vill Donald Trump að hann hefur viljað binda enda á þetta og hann vill fara að taka upp eðlilegri samskipti. Vegna þess að hann vill einbeita sér í einhver óvildar samskipti við Kína. Stundum talar hann þannig, stundum talar hann eins og hann ætli að vera í miklum viðskiptum við Kína. Aðal ógnun við þjóðaröryggi Bandaríkjanna og stórveldisstöðu Bandaríkjanna í dag er í Austur-Asíu. Það er alveg ljóst og það er það sem hann lítur þannig á það. Herðu, það er hérna, við spjalla mikið saman hérna og sumuleyti erum við alltaf að fjalla þessa breytingu sem eru að verða í svona valdahlutföllum og svona stöðu ríkja í heiminum og varnarmál Íslands tengist þessu. Við ólust upp í svokölluðu kalda stríði þar sem voru tveggja póla heimur, þar sem Bandaríkin og Sovétríkin voru, höfðu mikil áhrif í bara út allan heim og hérna skiptu heiminum einhver leyti á milli sín. Síðan lifðu við einpóla heim frá svona 1990 fram að hruni eða fram yfir hrun. Það sem að Bandaríkin drottnuðu yfir heiminum og allir trúðu því að öll ríki heims myndu hægt og bítandi þróast í að verða einhvers konar Bandaríki og það væri svona átökin væri búin. En undanfarin ár hefur hérna komið ljós að það er ekki heimurinn sem við erum á leiðin inn í, heldur er það allt annar heimur. Stundum er hann talað sem margpóla heimur, þótt að hérna í efnahagslegu tilliti þá síðan náttúrulega Bandaríkin og Kína sem að munu verða stórveldin efnahagslega. Ég held að ef við hefðum verið að tala saman kannski á 10. áratugnum, þá hefðum við talað kannski að Evrópa gæti orðið hluti af við svona sjálfstæða stöðu í heimspólitíkinni en það hefur reynst ekki vera, kannski út af veikum hernaðarlegri stöðu Evrópu, en einhver leyti þá er Evrópu bara ekki, hvað er að segja, hún er ekki stuði. Og síðan erum við komið með Rússland sem að margir voru kannski búin að afskrifa sem veikt hagkerfi á stærði Ítalíu var sagt, en síðan í átökunum í Úkraínu og í hernaðarátökum annars staðar í heiminum, þá kemur í ljós að svona hart vald, hernaðarvald, skiptir bara miklu máli. Það skiptir miklu máli að Rússland er hernaðarlega öflugt kjarnorkuveldi og annað slíkt. Þannig að það er að verða til einhver svona heimur sem við sjáum ekki alveg fyrir hvernig muni verða. Oft þegar þú kemur hérna þá ræðum við þetta út frá Evrópu, en af því að þú ert á leiðinni til Asíu, þá langar mig til að spyrja þig núna hvaða áhrif hefur þessi breyting á svona valdahlutföllum í heiminum og sýnileg verðandi átök á millri svona einhverja stórvelda eða blokka. Hvaða áhrif hefur þetta á? Því að þú nefndir það að við ættum að vera að horfa til Suðaustur Asíu þar sem að átökin væru að byggjast upp eða það var allavega sjónum með Bandaríkjamenn að gera það. Hvaða áhrif hefur þessi breyting á heiminum á lönd til dæmis eins og Tæland og það sem þú ert að fara í rannsóknarleyfi eða Víetnam, það sem varst lengi? Já, bara ég nefndi samt sem áður að við erum að tala um stórveldi, þá erum við að tala um dag myndi ég segja Bandaríkin eru öflugasta stórveldi, síðan kemur Kína og svo kemur Rússland mun veikara og svo eru önnur að koma í staðinn en við tölum um Evrópu er ekki þjóðríki, það er grundvallamunir, þetta er allt þjóðríki. Evrópa er sundurleitur hópur 27 En í 10. áratugnum þegar var verið að stefna því að taka upp evruna og þegar ennþá voru svona samruna hugmyndir á lofti, svona almenn hugmyndum að öll skref Evrópusambandsins myndi leiða til meiri samruna, að þá var þessi hugmynd að Evrópa væri einhvern veginn sterk, öflug, sjálfstæð rödd í heimspólitíkinni. En
það hefur bara alls ekki orðið þannig. Evrópa er eiginlega bara með hlægilega veika rödd og er eiginlega bara eins og leppríki Bandaríkjanna. Þú aldrei að trúa því að styrka Ég hef enga trú á því að Evrópa geti orðið stórveldi eins og hún sé þjóðríki og það er engin samstæðan í Evrópu það er einhver lönd sem vilja mikinn samruna eins og Frakkland, en svo voru önnur lönd sem er á bremsinu og vilja minni samruna, sum lönd vilja ekki taka þátt í evrunni, en það er engin samstæð, svo er engin sameiginlegur her og það er heldur ekki samstæð það og það er erfitt að sjá fyrir þessi sameiginlegan her þegar á að fara að auka útgjöld í NATO svona mikið. Þannig að en sko það er allavega við vorum í þeirri stöðu alveg frá seinni heimsstyrjöldinni til svona 1989 eða 91 þegar sátt ekki fjallu, þá er tveggja póla heimur, þú ert með Bandaríkin og Sovétríkin, 2 stórveldi síðan falla Sovétríkin og svona frá svona 91 til svona 2016-17 þá erum við með bara Bandaríkin algjörlega ráðandi og þá er engin stórveldasamkynni því Bandaríkin er eina stórveldi og hvað gerist 2017 þá verður Kína allt í einu á jafnvirðisgengi orðið stærra hagkerfi en Bandaríkin og þá fara Bandaríkin að hafa áhyggjur því þarna er að myndast einhvern stórveldi sem að ekki þetta er að ráða við sem þar aukir með 400 fjölmennar en Bandaríkin og þá myndast þessi samkeppni á milli og Bandaríkin vilja ekki að neitt stórveldi í heiminu verði ráðandi í einhver annari heimsálfu. Bandaríkin ráða Norður-Ameríku en þau vilja ekki að neitt annar stórveldi ráði neittni annari álfu. Þau vilja ekki að Rússland ráði Evrópu og vilja ekki að Kína ráði Austur-Asíu. Nú, það að þetta stríð í Úkraínu, það hefur dregið úr möguleika Bandaríkjanna sem það ætlaðu sér að gera að færa sig meira yfir til Asíu. Svo flækist þetta enn meira út af Miðausturlöndum átökum þar við Íran og átök Ísrael á Gazasvæðinu og svo framvegis, allt saman. En núna eru Bandaríkin ráð ekki við að fara fram með sinn vilja út allt. Þeir verða eiginlega að hafa friðsamleg samskipti við Rússland og hafa frið í Miðausturlöndum ef þau ætla að geta beitt sér gegn Kína. Já, og svo við keppni á milli landa í Asíu hilli landa. Bandaríkin vilja hafa áhrif og náttúrulega ef þú tekur landið svo Thailand með yfir 70 milljónir manna, það skiptir töluverðu máli og Vietnam sem við höfum talað um áður sem er 100 milljónir að Vietnam hefur verið með hlutleysi stefnu Thailand er ekki einu formlegu varnarbandalagi með Bandaríkin en það eru tölvöld mikið viðskipti, það er líka tölvöld mikið viðskipti við Kína og þeir eru líka viðskipti við Rússland og Indónesía er aðallandið þarna langt fjölmennast og er muslimaríki, það getur orðið 4.-5. stærsta hagkerfi í heiminum áður en langt líður og líka í fólksfjölda. Þannig að þarna er að rísa töluverið öflug lönd og svo náttúrulega eru gömlu bandalagsríki Bandaríkjanna, Japan og Suður-Kórea náttúrulega öflug líka og það er svona myndast bandalag þarna á milli en Kína og Bandaríkin, Kínverjar vilja ná meiri fótfestu í Vietnam, meiri fótfestu í Tælandi og Indonésiu og stórveldin er líka að keppast með fjárfestingu í þessu löndum til að ná völdum til þess að mynda bandalög og það hafi verið myndu bandalög eins og Quad sem er Ástralía sem er Japan, Bandaríkin og Indland og ein ástæðan fyrir því ég hef ekki ég tel að sé heimskulegur í Bandaríkjanna að vera í átökum við Indland er það að Indland er í þessu Quad og Indland er 1,5 milljarður hér bil og hafa verið góð samskipti við Bandaríkin og Bandaríkin hafi ekki efna á að vera í stríði við Indland líka. Þú hefur ekki trúið því að Bandaríkjamenn munu setja refsitolla á Indverja fyrir að kaupa olíu af Rússum? Það væri mjög óskynsamlegt að Henry Kissinger ef hann hafi verið lifandi myndi ráða þeim mjög frá því að standa í átökum við Indlandi til lengri tíma litið. Það er ekki allt skynsamlegt í utanríkisstefnu Bandaríkjanna eins og þú hefur eiginlega verið að benda á að það er að vera í átökum við Rússland og vera styðja Ísrael til átaka í Miðausturlöndum. Þetta er ekki skynsamlegt. Þetta er ósjálfbært og svo er Ágúst líka það sem er Ástralía, Bretland og Bandaríkin. Það hefur verið að mynda svona bandalög en það sem vekur athygli við Bandaríkin að þau hafa beitt bandalagsríki sín bæði í Evrópu og í Austur-Asíu hörðu. Þú hafa ég vil enn harðari við sín bandalagsríki heldur en við ríki sem við líta á sem óvinnaríki eins og framkoman við Suður-Kóreu og Japan
það sem þessi lönd gera samninga sem eru mjög erfiðir, allavega Japan og náttúrulega líka Evrópusambandið gerir hálfgerða nauðungasamning við Bandaríki sem er erfitt að sjá hvernig er alltaf framfylgja. Þetta er ekki góð aðferð að þú ætlar að byggja upp traust og stöðuleika og byggja upp bandalög. Sambandið milli Bandaríkjanna og Ástralíu er mjög slæmt núna. Það er spurning hvort þetta ógusverkefni sem síðastu kjarnorkukapalla, hvort að það verður leggst af, og margir í Ástralíu líða svo að þeir verði bara, við þessu bara á eigin vegum og geti ekki treyst Bandaríkjunum lengur. Þannig að sko Bandaríkjun þurfa að mynda bandalög og þannig að rísa lönd sem eru öflug og það er verið að keppa hillið þeirra, en á sama tíma er Trump svona að grafa undan stöðuleika og hann er að beita þessi löndtölu eftir hörðu, þannig að þetta er svolítið mótsagnakent, sko, hvernig þetta á að enda. Já, hann beitir til dæmis Evrópu hörðu. Já. Og það var engin vandi fyrir okkur að finna einhverja sem segja að þó svo að Bandaríkin hafi kostað varnir Evrópu, þá hafi Bandaríkjamenn stór grætt á eftirstríðsárunum og allt fram til okkar daga yfir því hversu undirgefin Evrópuríkin voru Bandaríkjunum. Þeir hafi fengið alls konar viðskipti og fleira út úr þeirri heimsmynd sem þeir byggðu upp. En þetta virðist vera þannig að Trump lítur ekki svo á. Hann lítur á þetta sem veikleika að hafa gefið eftir, að ekki láta Evrópu borga fyrir þetta. Og það er eins og hann horfi á það að ef ég hef styrk, þá á ég að nota hann til þess að sækja mína hagsmuni til þess ítrasta. Og í mörguleiti er ég að þú segir það sé eins og, ég veit ekki hvað þú viljið veitna, það var ekki Kissinger sem sagði, það veri vont að vera óvinnu Bandaríkjanna að vera vinu þeirra, að hann vil stíga á vini sína, líklega vitandi það að þeir hafa ekkert annað að fara. Ég meina, Evrópa er ekki að fara að gera bandala við Kína eða Rússland þannig að ég bara sæki það sem að ég get sótt. Já, sko, þegar Bandaríkin í loksetnum heimsstyrjaldanna þá fóru Bandaríkin að byggja upp marghliða kerfi, multilateral system, marghliða kerfi, stofnana. Trump er ekki þeirri línu. Hann vill beita einhliða aðgerðum. Hann hefur ekki áhuga á alþjóðastofnunum, hann hefur ekki áhuga á alþjóðlegum viðskiptasamningum, hann hefur ekki áhuga á neinu af þessu sem að Bandaríkjamenn töldu vera lykilstöður til að ná yfirburðastöðu í heiminum. Það er engin alþjóðastofnun held ég sem Trump fyrirlítur ekki. Nei. Þannig að hann lítur á Bandaríki sem mjög ríkt land og sterkt land og þeir geti náð árangri með einhliða aðgerðum og þá náttúrulega þessi tollar eru bara einhliða aðgerð og gagnvart Evrópusambandinu þá hefur hann náð árangri og ég myndi segja það sko að Úkraínustríðið hefur grafið undan sko Evrópu svo mikið að Evrópu er svo veik, hún er hernaðarlega algjörlega háð Bandaríkjunum, Úkraínustríðið óleyst og Rússland þó að sé kannski ekki mjög stórt hagkerfi þá framleiða þeir sko einn munurinn á Rússland og Vesturlöndum að Vesturlönd framleiða mjög dýr vopn, þessi Patriot missiles sem Úkraínir er að fá, þeir kosta 4 milljónir stykkið. Á meðan Rússland framleiðir alveg gríðalegt magn af ódýrari vopnum og sama gerir Norður-Kórea. Og er þessum vopnum eitt við að skjóta niður dróna sem að kosta svo kannski bara 150 skall? Það er ákveðin hætt á því auðvitað á að nota þessa Patriot missiles til að skjóta niður eldflaugar en ekki dróna. En það er aðeins mikið hætt á því að lengi vel hafi verið farið mjög illa með þessu vopn og 4 milljónir stykkið af þessu og Bandaríkjamenn eiga heitt mikið af þessu og þessi Evrópuríki sem eru með þessi vopn eru hrættum að þau þurfa að nota þau sjálf og þetta er bara alveg óbáslega dýr vopn og það hefur komið í ljós sko að Vesturlönd hafa lagt áherslu á tæknilega fullkomin vopn en ég meina Norður-Kórea hefur kannski framleitt eldflaugar sem að skjóti í lofti og þær fara bara eitthvað og það þarf að skjóta það niður og það getur lett inn í miðju íbúðahverfi eða hvar sem og það bara fara eitthvað það springa ekki einu sinni en þetta er ákveðin veikleiki það er við erum áherslan af Vesturlöndum hefur verið í að framleiða dýrvopn en Evrópa er núna algjörlega háð Bandaríkjunum með Úkraínustríð, vill samt ekki semja hún vill ekki semja, vill ekki tala skilyrði Pútín sem því það er ekki hægt að semja og það vill ekki heldur Úkraína Bandaríkjamenn hafa viljað finna ykkur á málamilun og reyna að ljúka Málamilun Bandaríkjanna eða Trump var eiginlega að reyna að þröngva Úkraínu og hann taldi sig ekki þurfa að leita stuðnings Evrópu við að þröngva þeim til þess að bara beygja sig undir kröfur Rússa vegna þess að þú ert með óleysanlegt mál, kröfur Rússa og kröfur Úkraínumanna, það er ekki hægt að ná þessu saman
Þannig hann virtist það að meti það að óbreyttu þá væri Rússa að fara að sigra á vígvellinum. Þess vegna væri bara eðlilegt að ganga að kröfu þeirra að þeir fengju þarna þessi austurhéröð og Úkraína gengi ekki inn í NATO og eitthvað slíkt. En þegar á reyndi að þá var Evrópa allavega það sterk að Trump gat ekki beitt Zelenski. Hann hafði eitthvað stuðning í Evrópu. Þannig hann náði ekki sínu fram. Og núna hljómar hann nú bara eins og maður sem bara búin að gefast upp á öllu. Nennir ekki að taka síman og sér enga ástæðu til þess að reyna að vera með friðarsamninga. Það er Trump. Já. Já, sko, Witkoff sendi maður Trump var með hugmyndur svona, bara eins og samningamæður. Trump, Putin gerir ákveðna kröfur. Þessi 4 héruð, oblasts, Krímskaginn, allan gjaldið var að horfa tilbaka, enga refsiaðgerðir eða viðskipti. Það var þetta hlutleysi Úkraínu, takmarkanir á hvaða herafli mætti vera sterkur. Þetta eru ítrustu kröfur. Og þá myndi samningamaður koma að segja, ok, við gerum kröfur á móti og svo reynum að finna eitthvað millileið, eitthvað svona samningsflöt. Evrópa hefur ekki verið viljug til þess. Nei. Og enn síður Úkraína og það er líka bara pólitískur ómöguleiki eins og ástandið innanlands í Úkraínu með þjóðverðin sinna fyrir Zelenski að samþykja eitthvað svona og lifa af pólitík. Flestir eru þjóðverðin sinnar í stríði sko. Hann er búin að vera. Já, það eru mismandi miklu öfgar. En allavega sko, ég meina, mér fannst alltaf að Úkraína hefði átt að vera federal state, það sem að ákveðin hér hefði svona viss sjálfstæði, en það var ekki gert. Það sem var gert í Úkraína var það að Úkraína var þannig að forsetinn skipaði alla governar eins og það sem er kallað governorar í Bandaríkjunum. Í staðan fyrir að þessi kosið þá og það geti verið eins og í Bandaríkjunum þá eru republikanar í sumstaðar völd, sumstaðar demokratar. Meira forsetaræði heldur í Bandaríkjunum og miklu meira heldur í Fraklandi. Já, ég meina, ég bara, ef þú hlusta bara sem Jack Matlock hefur fjallað þetta sem var fyrir síðasti sendera Bandaríkjunum í Sovétríkjunum og fjallað þetta, hvað það voru mikil mistök að forsetinn Úkraínu væri að skipa alla þessa yfirmenn sem þeir kalla þetta oblast, sem ekki fylki, en allavega Evrópa hefur líka einhvern veginn verið á bremsinu án þess að eiga nokkra lausn og svo er það svo furðulegt að það er alltaf verið að tala um vopnahlé án skilyrða, án þess að ræða nokkuð af kröfum Rússa og það er eins og menn sé að segja ok, þessi tala um það að Úkraína verið ekki aðilega NATO, þetta var alltaf brandar, þetta var ekki raunveruleg meining. Þeir er alltaf sagt það er ekki það sem Rússar er að gera. Það sem Putin er að hugsa það hann vil endur eins og Sovétríkin. Hann er ekkert að pæla í NATO. En bara málið það að Rússa setja alltaf NATO að við viljum ekki fá eitthvað sem við lítum ekki sem varnarbandalag og fá NATO hermenn algjörlega upp að landa með Rússlands. Við bara viljum það ekki og það, ég finnst það ekki til að vera neitt skrítin ég get alls myndi fallist á þau rök og verið þess að Donald Trump hefur sagt það að þetta sé viðkvæmt mál fyrir Rússland, hann er viðurkennt sem ég heyrði Biden aldrei segja. Nú við vitum það að þegar Rússland var mjög veikt Eystrasaltsríkin, þau voru þannig að þegar þau fórin þá náðu þau þokkalegum tökum þessum efnahagsmálum fljótlega og styrkja sína stofnanir og pólitískt það var margt en þau gátu náð þeim árangri að meðan Rússland var veikt þá fóruð inn í Evrópusambandið 2004 og Úkraína náðu því aldrei. Það var 30 ára tímabil sem leið hjá Úkraínu fyrstu 30 ára engin hagvöxtur, mikið spilling og óstjórn stofnanirnar ekki tilbúnar þannig að Úkraína mista lestinni algjörlega í þessu málu og var aldrei tilbúin að ganga inn í Evrópusambandið og í NATO og á ennþá langt í land með það. En ég sko sé ekki fyrir mér eins og staðinir í dag hvernig á að lenda þess að allavega Evrópa og mörg Evrópuríki sem Eystrasaltsríkin þau bara treysta á að Bandaríkin geti einhvern veginn byggt Rússland þannig að Rússland bara fallist á og gefist bara upp. Eins og gerðist þegar þau gengu í NATO. Þau gengu í NATO á tímabilum þegar það var einpóla heimur og Bandaríkjamenn réðu öllu. Já, en tilraun Úkraínu til þess að ganga inn í NATO, þá kom bara önnur heimsmynd. Já, og ekki Bandaríkin eini póllinn. Nei, en það líka var það að þegar Eystrasaltsríkin gengu inn, að þá fylgdi því að það voru mjög lítið viðvera NATO í London. Það var mjög lítið að hermönnum frá NATO, bara sára lítið. Og þegar Krímskaginn var tekin
2014 þá voru þessi lönd að gera þá kröfu að Bandaríkin myndu bregðast við þeirra vörnum á mjög harkalegan hátt og hvað sendu Bandaríkin með marga hermenn? Svolítið 50 hermenn til þessara landa í kjölfarið. Það var mjög lítil viðvera NATO. Núna verið að tala í Litáin að verið ykkur nokkur þúsund þjóðverjar og það var þannig að það var, þegar ég man eitt, það var þannig að það voru kanadaskir hermenn, voru í Lettlandi, þýskir í Litáin og breskir í Íslandi og þá var lögð áherslu á það þetta var eftir að Krímskaginn var tekin að ok, við setjum NATO-hermenn en við skulum ekki hafa bandaríska nema mjög lítið vegna þess að það er bara svo viðkvæmt fyrir Rússland að annað stórviti sé komið sína hermenn þarna inn. En þessi lönd fóru þarna inn og svo náttúrulega hafði Rússland ákveðna hagsmuni af því að þessi lönd færið inn þegar þarna var komin brúin í Evrópusambandið, það sem meðal annars var þetta stunda peningaþvætti. Ég meina við sáum það að Danske Bank og Norræni banka voru komnir á kafi peningaþvætti og þarna var bara Rússland komið inn í Evrópusambandið. Þannig að þetta eru lítið lönd, þetta eru innan við 6 milljónir og ekki á eins viðkvæmu svæði fyrir Rússland, en þetta gekk upp hjá þeim en Úkraína einhvern veginn því er alveg sleppt, það er talað Úkraínu eins og þetta sé bara hafi verið bara alvöru lýðræðisríki og hlutinni hafi verið í þokkalegu lagi fyrir stríð. En ég meina við verðum ekki gleyma því að þetta land var bara náði engum árangri í 30 ár. Það var ekki Rússum rétt til þess að reiðjast yfir landamærin? Nei, það veku spurningar landið því að Rússland á þessum tíma meðtekju þar tvöföldust á þessum tíma og það er meir en tvöföldust í Pólland náði enn meiri árangri. En ég held áfram að með tveggjabóla heiminn, einbóla heiminn og svo margbóla heiminn sem við erum í núna að Eystrasaltslöndin þau ganga inn í NATO og Evrópusambandið á tímum einspóla heims þar sem að Rússland var veikt og það ég veit ekki, kannski líta sumir svo á að það styrki öryggi Evrópu að Eystrasaltslöndin tilheyri NATO, ég veit ekki til þetta ekki fólki sem að gera það. En þegar þú ert komin í tveggjabóla heim að þá getur staðan verið svo að það að reyna að draga Úkraínu inn það sem allt í einu þau sjónarmið sem að Trump tekur undir sem er sjónarmið Rússa að þol ekki að hafa hitt stórveldið í bakgarðinum hjá sér. Allt í einu fara þau sjónarmið að gilda sem áður þegar Eystrasaltslöndin og Pólland voru að ganga inn og þá gildi þetta ekki vegna þess að Rússland var ekki það stórveldið að geta gert kröfu einhvern bakgarð. En þegar að það er orðið, þegar sú breytingur orðið, getur það ekki verið hættulegt öryggi Evrópu að halda því til streitu að Úkraína hafi rétt á því, ef þau vilja það, ganga í NATO eða Evrópusambandið og það að halda því til streitu geti veikt öryggi Evrópu. Ég held því fram fyrir svona rúmu ári síðan að það var hættulegast öryggi Evrópu væri stefna NATO og Evrópu meira minna í Úkraínu því að það var að afhjúpa veikleika í vörnum álfunnar og var að búa til átök sem að gætu reynst álfunni mjög skeinuhætt. Já, það er sérstaklega hættilegt að vera að taka inn lönd sem eru með landamæri við annað stórveldi og það sem að landamærin eru umdeild og það sem að eru hópar, Úkraínumenn og Rússa saman, eins og í Austur-Úkraínu, gríðarlega mikið fjöldi á Rússum. Það er líka í Eystrasaltslöndum. Já, þetta er allt hættulegt því að þegar þú komið með þá stöðu, þá þú komið með svona últra þjóðverðnishyggju eða svona þjóðverðnisrembing Úkraínumanna og Rússa sem er lítið skiljanlegur en að taka lönd sem eru með svoleiðis landamæri það sem er svona mikil svona eldfim að taka þau inn í NATO því að ef þú ert í varnarbandalagi það er sett að öll lendi í rétt á því að fara inn í NATO en lönd fari í NATO að því þau hefum boðið það en það er sagt að þeir hafa... Það er alltaf ekki þannig, ég nú spurt menn sem að halda þessu fram ef við ekki bara bjóða Palestínu að ganga í NATO? Það er talað open door policy og að lönd sem vilja fara inn þegar það sé skoðað en ef þú takir lönd sem eru það sem að landamæri eru umdeild það sem að landamæri eru þannig að það eru mismunandi þjóðríkishópar og landamæri sem liggja öðru stórveldi þá ertu að takast á hendur alveg greiða mikla skuldbindingar aðildarríki sem fyrir eru og það hefur ekkert verið rætt svo mikið
En það, veistu það þegar það var að tala um að Úkraína og Georgía færi inn í NATO, já, í Búkarest, leiðtogafundi í NATO í Búkarest 2008, þá var það þannig að kanslari Þýskalands og forseti Frakklands sögðu nei, vegna þess að þau vissu að þau sáu fyrir sér þetta geti valdið verulega miklum vanda. En Bandaríkin þrýstu þessu í gegn og höfðu stuðning Póllands og Eystrasaltsríkjanna og sem vildu hjálpa Úkraínu og Pólverjar styðja Úkraínu vegna til dæmis vegna þess að ef Rússland tæki Úkraínu þá eru landamæri Úkraínu komin bara við þá eru landamæri Rússlands komin að Póllandi og Pólverjar vilja ekki sjá það, vilja ekki leggja allt í sölutum til þess að koma í veg fyrir að þeir séu með austurlandamæri við Rússland. En þetta samt sem áður mjög vanhugsað. Úkraína var ekki tilbúin, það var ekki samstæðum og hún kæmi inn. Úkraína trúði því sjálf, hún væri að fá þetta, breytti stjórnarskránni til að gera ráð fyrir að NATO aðild og Evrópusambands aðild. Þetta var aldrei raunhæft og svo lendir landið í stríði og sjáum hvernig staðan í dag. Ég meina þeir gátu ekki á 30 árum þegar þeir voru sjálfstæðir og höfðu allt sitt land og auðlindir, náða að auka meðaltekjur á 3 áratugum. Nú staðan þannig að Rússar munu taka töluvert stóran og mikilvægan hluta af landinu öllum líkindum. Bandaríkin taka auðlindirna þeirra að töluverðu leyti. Þeir voru 52 milljónir manna þegar þeir eru sjálfstæðir með tiltölulega þokkalega heilbrigða aldurssamsetningu. Þegar þeir eru sjálfstæðir frá fyrstu 30 árum tapar 11 milljónir manna og það yngsta fólkið og sem hefur mesta möguleika á að fá atvinnu í löndum eins og Pólland og Þýskalandi eða einhverjum löndum þetta í Evrópu sem hafa hærri tekjur heldur en Úkraína og svo núna í stríðinu þá ekki hvað eru búin að tapa mikið aðalega ungi menn og sem annarkort látast eða örkumlast og svo náttúrulega fullt af fólki sem flýr. Og svo ungu konundar hafa flúið og líka svo sem ungu mennendir. Já. Aldurspíramidi Úkraínu algjör rígðarmynd og þetta land sem að mun vera kynslóður í jafna sig. Já, en það sumir halda það þetta verður bara svo Þýskaland eftir seinni heimstyrjöldinni eða Japan að myndi bara rísa og verða stórveldi og eitthvað svona, ég skil það ekki. Það eru búið að taka auðlindirnar, ekki þeir eru búið að brjóta allt mjölinu smerra. Rússar að taka svæði, það sem stríði, þeir eru að taka valið svæði, þetta var hluti af Sovétríkjunum, þeir vita betur en aðrir hvað auðlindirnar eru, þeir taka þau svæði af þeim og svo taka þeir Bandaríkin vilja fá endurgreitt, Donald Trump vill endurgreitt, þá tekur hann auðlindir og svo aðgangur Úkraínu að sjó að takmarkast, ef Rússar taka út þess að þá allur aðgangur Úkraínu að setja hafnit farin og svo náttúrulega mannafli fólk sem hefur flúið, örkumlast eða látist, gríðalegu fjöldi, kannski eru helmingurinn að því fólki eftir 25 miljónir eftir kannski að voru 52 miljónir, kannski helmingurinn eftir núna af þessu fólki og þetta mikið af þessu í efri parti aldurspíramítans. Þannig að halda það að þetta landbyndu blómstra eftir svoleiðis meðferð þegar auðlindirnar eru tölvuleiti farnar, mikilvæg svæði farin, aðgangur að sjó annarkvort lokaður eða takmarkaður og mannauðurinn að miklu leiti horfin. Og kannski landið í svona frosnu stríði. Já, það getur verið að stöðvi stríði. Sem eiginlega langt líklegasta niðurstöðun. Já, og þá getur alltaf átökin fjari út en verðir engi fríðarsamningar eða lengi lausn á þessum málum. Já, en þá getur átökin blossað alltaf upp aftur og aftur og þannig að en Evrópa, afstæða Evrópi og okkar stjórnmála fóristu var það þegar stríðið braust út ekki semja. Nei, við yrðum að sigra Rússa því annars myndu þeir halda áfram. Má ég spyrja því? Já. Að því að nú eru Rússar að sigra á vígvellinum en það ótrúlega hægur mulningssigur sem kostar gríðarlegan fjölda mannslífa og það eiginlega, þetta eru bara einhverjir nokkrir metrar, sko. Það engar stórsóknir og fleira. Má vel vera að varnir Úkraínumenni bresti og Rússarnir geti sótt hraðar, en þeir hafa ekki gert það. Það sem stjórnvöld í Evrópu hafa sagt að við verðum að stöðva Rússa í Úkraínu því annars munum þau flæða yfir Evrópu og næst verður það bara, ég veit ekki, Eystrasaltslöndin og svo Pólland og Ungverjaland og þeir verða komnir til Parísar
Já, með hraðana sem eru á núna kannski 4.000 og eitthvað, árið 4.000 og eitthvað. En samt ef þetta verið rökin, eina rökunum, að það verður að stoppa Rússa í Úkraínu, því annars mun Evrópa falla eins og dóminó. Hefur þú trú á þessari kenningu? Nei, sko, málið þetta svona hluti mótstæðakent. Það sagt við mann, fyrsta lagi búið að segja það í 3,5 ár, hér bil, að rúsneska hagkerfið sé bara við það að hrynja og að rúsneski herinn sé mjög lélegur. Og mann sagt það. Svo kemur næsta saga að þeir séu svo öflugir að þeir geti bara sópað Evrópu undir sig. Og þetta er voðalega erfitt að fá til þess. Og þeir eru að berjast við besta her í Evrópu, sem er úkrænski herinn. Til að passa saman. Og auðvitað hefur Úkraínu það er náttúrulega alveg ljóst að Pútín held ég hann vannmat vilja Úkraínu til að berjast í upphafi og hann vannmat að vilja Vesturlanda til þess að aðstoða Úkraínu svo mikið eins og gert var því það hefur gríðarlega mikla aðstoð í vopnum og þjálfun og alls konar hlutum upplýsingum, leyniþjónustu upplýsingum, þeir fengu mjög mikla aðstoð þess að halda þeir ennþá hér 80% af landinu en þetta var þannig ég hef ekki trú á því hins vegar spennan orðið svo mikil að það geta brotist út átök og við tölum bara Norðurlöndin þá á Eystrasaltinu þá eru Rússar mjög mikið með svo Sameinuðu þjóðunum að gagnrýna það sé búið að loka alþjóðlegum hafsvæðum fyrir siglingum það er verið að takmarka siglingar flutningaskipa þeir þurfa að vera með herskip til að fylgja eftir sínum flutningaskipum eða skipum sem eru á þeirra vegum og það geta brotist út átök með litlum fyrirvara þegar að þeir til þess að vera að loka alþjóðlegum siglingarleiðum og það er vandi sem er til staðar og svo náttúrulega landa með Íslandsreikina þau eru náttúrulega veik og spurning hvort að Rússar reyni á NATO með því að gera einhvern usla í austurhluta Lettlands eða Eistlands, það er ekki þetta að útiloka það. Hvers vegna ættu að gera það? Það er mikill ótti það er mikill ótti í þessum löndum að þeir reyni að sem Rússar í meirihluta að fara þarna inn og taka við stjórn eitthvað af þessu. Ég hef ekki haft trú af þessu, ég verið að kenna því 20 ár, síðast ég fór þarna þá fann ég og bara líka í háskóla með því ég var að kenna í Lettlandi ég fann bara mikið fyrir þessum ótta að þeir myndu láta reyna á þetta og líka af því að Donald Trump hann þykir ekki vera hann hefur dregið bara NATO í efa og sagt reyndar þessi löndur öll komin í þessi 2% fyrir löngu síðan og þau munu örugglega fara í 5% ef þetta heldur svona áfram en þau eru ekki komin þangað ennþá Pólland er komin nálægt í en vilji Donald Trump til að verja þessi ríki sumir efast jafnvel það og það geti verið að hann til í að hafa borgað fyrir það Rússar vilji senda hermenn þarna inn að gera eitthvað í þessum veikulöndum til að bara sýna fram á það að artikul 5 eða 5. grein NATO er ekki mikið svirði en mér finnst þetta ekki líklegt en sumir finnst þetta líklegt svo eru löndin svo Moldova það sem er mikil spenna það sem Rússar í Transnistríu eru með hermenn það er rétt við Moldovu og Svartahafið þar gætu orðið eitthvað svona átök en það er bara samskiptin svo slæm að það geta orðið átök hér og þar í heiminn það geta orðið átök á Svartahafinu ekki bara á landi í Úkraínu norðurslóðir, það gæti orðið eitthvað konar árekstrar þar þannig að ég meina allt þetta slæma ástand sem í dag og slæm samskipti í Rússland og þá dregst Kína líka inn í þetta getur leitt til átaka og ég meina þú sér eins og Normenn þeir eru með Svalbarða það eru Rússar með aðstöð á Svalbarða að nýta gamla kólanámu þetta eru alls konar svona snertifléttir sem Rússland snertir þetta er orðið svona minni skærur sem gætu sér undu upp á sig já, þú veist aldrei við lifum á púðurtunnu Já. Og það er allir að leika sér með elspýtur. Já, við erum nokkuð laus við þetta hérna. Ég hef alltaf sagt þegar okkar ráðherrar er að fara alltaf samráðsfundi hjá Norðurlöndunum og Íslandsríkjunum að mér finnst ekki skipta svo miklu máli. Við þurfum aðalega að reyna að hafa bandaríkjamenn við þurfum að hafa þá svona verið í góðu talsambandi við þá og auðvitað getur við verið í talsambandi við Evrópusambandi, ég ger enga athugasemd þá forseti Franklandsstjórnar hafi komið hingað vegna þess að við þurfum að tala við þá bara út af samningum með Evrópska efnahagssvæðið það sem að 70% okkar útflutningi er að fara í. En aðalumræða var reyndar öryggismál Evrópu, hún kom hingað vegna. Maður veit ekki hvað þau voru að tala á bakvið tjöldin, þetta kísildæmi, þetta kísilvendartollarnir, það sem við talum á bakvið tjöldin, maður veit ekki svo mikið það en
varandi samningin Evrópska efnahagssvæðið þá verða... Hennar erindi hingað var að ræða öryggismál vegna þess að Evrópusambandið núna í ganga frá einhver svona samningum við Noreg, Bretland og Kanada. Já, og þau nefndu á sem blaðamannafundi netöryggi og þau nefndu innviði þá sæstrengi í Marriott og mér finnst það allt í lagi ef það sæstrengi sem liggja meginlandi Evrópu og við erum með bara eitthvað 2 varðskip og eitthvað og við erum með eitthvað flugvél og eitthvað sem fylgist með þessu eitthvað landhelgisgæslan örugglega með augun á þessu og hún stýrir líka loftrýmiseftirliti í NATO og að gera hluti fyrir NATO líka og Bandaríkin, hvort þið en mér finnst allt í lagi að við séum í samráði við NATO-ríki út af því og þá til dæmis þessu bara Danmörku sem með Grænland, þeir eru með varðskip og herskip inn á þessu svæði að við séum að fylgjast með og þeir séu að fylgjast með þessu strengjum að ég myndi ekki vera á móti því en að við færum að stofna einhvern her með Evrópusambandinu eða að tala að fara inn í Evrópusambandið og vera með sameiginlegan her með þeim og eitthvað, það er ekki til umræðu í Evrópusambandinu þannig að það er eiginlega tómt mál að tala Nei, það er allavega að sumi vilja það en það er allavega að vera að tala varnar- og öryggissamning en þessi samningur er ekki til. Það var talað að hann ég held að Kristrún hafi talað að hann gerður á þessu ári og hann getur orðið öðruvísi heldur Kanada, Noregur og Bretland, þetta öll land sem með töluverða heri. Við erum ekki með það, við erum að sjá hvað inn í þessu samningi og Úrsula hún sagði það að hún skildi það að við væri með 2 stoðir í okkar varnarmála sem væri NATO, aðild okkar og síðan varnarmála Bandaríkin. Þetta væri eitthvað svona 3. stoð en maður veit bara ekkit hvað þetta og svo bara veit Evrópusambandið ekkit hvert það að fara í varnar- og öryggismálum. Veit það enginn hvert það að fara? Nei. Það eitt sem að við öryggisógn á Íslandi að því varst að segja að við værum svona langt frá mögulegum átakasvæðum. Það eitt sem að hefur verið rætt á Íslandi áratugum saman, mjög lítið kannski undanfarin ár. Þetta voru helstu rök herstöðu andstæðinga að með því að hafa herstöðu í Keflavík sem að við erum einhver leiti að byggja upp aftur og það sé ekki varanleg búseta hermannana, heldur komaður hérna í einhverjum svona útilegum og stoppaði einhverja mánuði í senn, að þá væri þetta myndi mögulega draga að sér til dæmis kjarnorkusprengjur. Undanfarið út af átökunum í NATO-ríkjana við Rússland, þá heyrir maður að stundum svona sagt að mögulega ef að verið komið svo mikil spenna, eins og þú ert að segja gæti brotist út, að þá gætu Rússar upplifað sér svo aðþrengda að þeir þyrftu að beita kjarnorkusprengjum. Við getum gert það með svona, ég man ekki hvað kallað, litlar taktísk vopn í Úkraínu. En svo líka stundum nefnt sem að tengist Íslandi, að til þess að sýna að þeir hefðu alvöru þá myndu láta eina kjarnorkusprengju detta á NATO-ríki. Og þá var Ísland eiginlega lagið svona vel í sveit, að því þetta væri langt út í Ballarhafi og væri svona skaði af einhverju geislavirku dreifingu. Myndi fjara út. Hvað finnst þér þetta? Þetta var nú sagt, ég held ég að byrja að heyra þetta bara þegar ég var barn á 7. áratögnum. Já, ég hef heyrt þetta áður. Ég hef efasemdir þetta. Ég er að spyrja það, því þetta er mesta ógn sem hefur verið orðuð gagnvart Íslandi. Ég hef ekki, ég hef fyrstilega ekki trú á því að stórveldin kjarnorkustríð er óvinnalegt að Rússar fari að sirka okkur út til að drepa alla Íslendinga okkar samskipti við Rússland hafa alltaf verið vinsamleg Rússar hafa aldrei við höfum nú ekki verið vinsamlegir við Rússa Nei, þetta var ég að segja, við áttum ekki að vera að kaupa þessi vopn við áttum ekki að sleppa því, við áttum að veita Úkraínu aðstoð á öðrum grunn, ég held að það verið stórkostleg mistök því að það gefur tilefni þegar þú ert lítill, þá vilt ekki gefa tilefni að einhverjum sem er miklu stærri að þurfa að hefna harma sinna og af því við erum herlaus þá höfum við svo góð rök fyrir því að við getum ekki veitt hernaðaraðstoð við getum samt veitt aðstoð, við höfum gert það áður í Bosníu-Hercegovinu, mannúðlega aðstoð sem skiptir mjög miklu máli til að gera fólk vinnufært þar sem hefði mist fætur, eitthvað svoleiðis við getum gert það, það voru mistök að fara í þessa
kaup, en ég meina okkar samskipti við öll þessi stórveldi, hvort sem það er Bandaríkin sem er okkar bandalagsaðili, það er ekkert fullkomið sambandi, það er skásta samband sem við getum fengið að mínum dómi, okkar sambandi við Kína og Rússland, Kína er mjög gott samband fyrir Kína, þeir hafa aðalega verið að hugsa að auka viðskipti og samskipti í Ísland, vilja taka upp sendiherran, hefur verið að tala um það, var allavega taka upp beint flug frá Kína, það verið jákvæð, góð samskipti Rússland, það var alltaf góð samskipti líka við Sovétríkin, það voru töluverið utanríkisviðskipti, þá hvernig Úkraínustríðið kemur, þá slettist upp á það, en ég á voða erfitt með að hugsa að Rússar með þau samskipti sem þeir hafi haft við okkur, að þeir var að hugsa svo já, við getum drepið alla Íslandinga og sýnt heimnum eitthvað með því, ég trúi því ekki, en auðvitað get ég ekki útilokað það. Nei, sumt er þannig að í ógn að 100% skaði, þó að það sé ekki nema 0,0001% líkur, að þá aktar á það samt. Það sem ég hef óttast meira er það að Rússar sprengi taktíska kjarnorkusprengju í vesturhluta Úkraínu. Eins langt frá landamæri Rússar sem svo hægt er, en nálægt Evrópu. Þess að slökkva á átökunum. Já, og ég veit það að þessi ungverjar hafa óttast þetta mikið. Með sömu rökum og bandaríkjamenn beittu kjarnorkuvopnum í Japan, að þetta er til þess að fyrirbyggja mannfall. Já, sko. Það var það sem var allavega eftir á, var haft sem rök. Já, en allavega. Og menn hafi nú efast að þetta séu rétt rök, því að raunverulega var stríði búið. Þetta er einn ástæða fyrir því að Ungverjaland og Slóvakía og jafnvel Tékkland hafa haft aðra afstöðu til Úkraínustríðsins heldur en mörg önnur lönd, er það þeir eiga Slóvakía, Ungverjaland eiga austurlandamenni við Úkraínu og þeir skilja það alveg, ef Rússar sprengja taktíska sprengju, þá sprengja þeir ekki nálægt sínu landamenni. Þeir sprengja eins langt eins og þeir geta. Og þá voru þessi lönd, eins og þeir segja í Úkraínu, þeir bara eða veru geislavirkni og bara áhrif af kjarnorkusprengju, þó þessi bara tactical nuclear weapon eða bara eitthvað lítil sprengja, þá er þetta komið yfir Búdapest og yfir okkur alveg leið. Og þess vegna hafa þeir alltaf talað fyrir því að stöðva þetta. Þeir vita alveg hvernig ég meina forsætisráðherra Ungverjalands, Orbán og Pútín, þeir þekkjast alveg. Og hann veit alveg að ef að Pútín vill binda enda á þetta, þá er þetta ein leið. Og ég held að ef það er kjarnorkusprengja í Úkraínu, þá myndu Vesturlönd, Bandaríkin myndu aldrei svara því með annar kjarnorkusprengju. Bandaríkin myndu aldrei stofna sínu þjóðaröryggi í hættu fyrir þjóðaröryggi Úkraínu. Ef það er kjarnorkusprengju í Úkraínu, sem ég vona að verði aldrei, og ég efast að það verði því að það er ekkert að Rússar þurfi ekki á því að halda og það er mikil áhætta fyrir þá líka, þá myndu Bandaríkin eða Vesturlönd aldrei svara á móti með kjarnorkusprengju, þau myndu sjá það að nú er ekkert annað að gera en að slökkva á þessu og hætta þessu. Þetta gengur ekki lengur. Ég hef enga trú að því að Bandaríkin myndu svara sprengja aðra kjarnorkusprengju til dæmis eitthvað stað nálægt Rússlandi eða í Rússlandi. Ég hef enga trú að því. Þeir hugsa sitt þjóðaröryggi, þeir eru tilbúinir að hjálpa Úkraínu að vissu marki, en fyrir því bara eru takmörk og þeir myndu aldrei setja þjóðaröryggi Bandaríkjanna og tilvist Bandaríkjanna í hættu vegna þessar aðstæðna, held ég. Ég held ég að spurti að þessu áður að þegar við erum að ræða saman hvernig Bandaríkjamenn meta sína öryggishagsmuni í breyttum heimi, að þá er það þeirra hagsmuni til lengri tíma eru eiginlega að koma á friðsamlegu samskiptum við Rússland vegna þess að þau þurfa að einbeita sér af átökum við Kína og það er ekki þeirra hagsmunum að Rússland halli sér að Kína. Þannig þannig verður að horfa á til svona lengri tíma hver staða ríki eigi að vera. Hvert er mat Evrópu á stjórnandi Evrópu á því hver eigi að vera langtíma samskipti Evrópu og Rússlands? Já, það er það sem er góð spurning því að mann einhvern veginn finnst ef maður tala við Eystrasaltsríkin, fólk þar, þá vill það sem er bara að tala um að brjóta Rússland upp í ykkur smá einingar eða bara drepa alla Rússa. Það er einhvern veginn tala eitthvað svona skilja við það eins og upp á Írak. Ég veit ekki alveg hvað er verið að, ég skil þetta ekki, þetta er svo algjörlega ósjálfbært og alls ekki hægt að gera þetta. Fyrir stórveldisrækjum í Bandaríkjanna þá skiptir máli og Donald Trump til dæmis þegar hann var á NATO-fundinum í Kanada yfir hverju var hann að rífast. Hann var að rífast yfir því að akkur Pútín verið ekki yfir hringborðið.
Hann sagði, við erum alltaf að tala um Rússland. Akkur ekki Rússland þetta? Sagði hann. Þannig að þú sér hvernig hann vill hafa þetta. Hann vill bara tala beint við Pútín, við hringborð. Já, hann náttúrulega þannig, hann stórveldi og hann vill vera í heimi þar sem að stórveldi raunverulega skipta með sig heiminum. Þannig að hann vill tala við Pútín en nennir ekki að tala við einhverja forsætisráðherra Kína eða Bretland eða forseta Frakklands. Hann vill bara tala við aðalmennina sem bara Rússland og Kína. Hann vill tala við Kína og líka sko, Donald Trump, hann ber virðingu fyrir sterkum, öflugum leiðtogum. Pútín, Xi Jinping, ég vil Netanyahu og ég vil leiðtogi í Norður Kóru. Hann ber virðingu fyrir þessum mönnum. En hann ber ekki virðingu fyrir einhverjum væluskjóðum sem að tala, hann segir ég vil Macron, ég ekki að segja hans í væluskjóð en hann segir, það skiptir einhver mál hvað hann segir. Sko, þessi leiðtogar lýðræðisríkja sem hafa minni völd, hann ber ekki virðingu, hann ber virðingu fyrir prinsunum krónprinsunum í Sádi-Arabíu, svona sterkum leiðtogum, en veikir leiðtogar eins og þeir sem að sitja í kringur hringborðið þarna á G7 sem að verða stjórna með öðrum leiðum heldur en með tilskipunum. Honum finnst það ekki spennandi. Og þeir sem að njóta kannski lítil stuðningsmeðal sinnar þjóða eins og á við Bretland, Frakkland, Þýskaland. Já, eru óvinsælir og geta ekki tekið ákvarðanir. Þú sérðu að Donald Trump er farin að stjórna voðalega bara mikið með tilskipunum og Bandaríkja þing virðist vera orðið mjög veikt að geta gripið í taumana. Það er eiginlega engin fyrirstaða því að líka þingmenn replikana sem að ef þið standi ekki með Trump þá geta ekki haft mikla vonum endurkjör, en hann ber virðingu fyrir sterkum leiðtogum og vill hafa þannig og hérna ég held að sko, en svo líka annað sem maður hefur ágjörð með Bandaríkin sko, að Bandaríkin það er svona komin ákveðin óstöðuleiki, þau ættur umverulega að reyna að vera hjálpa til að koma stöðuleiki í heiminum eins og þau gerir til seinni heimsstyrjöldina. Svo náttúrulega er staðan svo að 20.000 Kínverja, því við erum þannig Kína, læra í Bandaríkjunum, stór hluta því fólki sem stjórnar Kína er elita sem lærði í Bandaríkjunum og það er ákveðin hætta fyrir Bandaríkin að þetta fólk sem er að læra í Kína og læra í Bandaríkjunum og er í Bandaríkjunum að það verði alltaf fyrir fjandsamlegu viðmóti frá Bandaríkjunum og það sé alltaf verið að líta á þá sem ógn við Bandaríkin í staðan fyrir að sko að reyna að finna eitthvað flöt þannig að þetta fólk finni því að það skilur að það geti verið, það sé til eitthvað sem heitir stöðuleiki og eitthvað svona samvinna. Þannig að sko, ég meina það eru margir sem velta getur Kína orðið svona haldið áfram að stækka friðsamlega. Það gerir það örugglega ekki ef að til dæmis allt þetta fólk sem er að læra í Bandaríkjunum tugir þúsunda fara til Kína finna það að Bandaríkin líta þá sem fjandmenn sem að þurfi að skrúa niður þeirra velgengni. Það eru fjöldi valda aðila í Bandaríkjunum sem að telja að eina leiðin fyrir Bandaríkin að komast áfram og verða áfram stórveldi sé að skrúa Bandaríkin Kína aftur niður og bara passa bara að Austur-Asía verið fátæk. Það eru svoleiðis hugmyndir í gangi og svona svakaleg spenna út af því sem er mjög hættuleg og það er eins og þessi hugsun sko að það sé hægt að vinna eins og hagfræðin kennir okkur að þjóðir eiga að vinna saman að sameiginlegum markmiðum og efla hvort annað og stunda viðskipti. En ekki munur að sá sem er ósáttur við valda hlutföllin í heiminum, hann er ekkert að sækjast eftir sko stöðuleika. Hann er að sækjast eftir spennu í vonum að geta bætt stöðu sína og ég meina Trump er klárlega því, hann er að reyna á betri stöðu í öllum viðskiptasamningum, hann er að reyna á betri stöðu í öryggismálum Evrópu. Hann er að reyna að græða á öllu. Hann er meira að reyna að græða persónulega í átökum við allt og alla. Að menn eru að borgunum sko skaðabætur persónulega til þess að fá í gegn viðskiptasamninga eins og á Universal. Já, það er eitthvað Hollywood-stúdíó og þá þurftur að greiða honum sérstaklega peninga og hann er líklega að gera það sama með Murdoch núna með einhverjum málaferðnum gegn Wall Street Journal. Já, það er náttúrulega
Donald Trump kemur ekki margir fastast Bandaríkjanna hafi verið þingmenn, hafi verið governorar eða ríkisstjórar og komið úr bandaríkjastjórnkerfinu. Hann kemur bara úr Trump Tower og stjórnar stórfyrirtæki og það sem hann ræður öllu. Hann er ekkert vanur að þurfa að vinna eitthvað lýðræðislega stofnanir eða þurfa að semja eitthvað að gera eitthvað málamilari. Hann er vanur að hann bara ræður öllu. Það er hans umhverfi sem hann kemur úr og hann kann ekkert annað. En það til dæmis þegar Angela Merkel var að tala við hann á sínum tíma í fyrra kjörtímabilinu og þá sagði hann hugsa bara eins og fasteignaviðskipti, hann skilur ekki neitt, enga diplomasíu eða eitthvað pólitísk ferli eða eitthvað málamiðlanir eða stofnanir eða eitthvað lýðræði. Hann er bara, ég er fastjórinn og ég ræð. Og segir að þetta gömlu kerfi, þau bara virkuðu ekki fyrir okkur. Það kerfi sem ég ætla að búa til, það mun virka betur fyrir okkur. Þannig hann er ekki bara að hann kunnit ekki, hann hafnar þessu og hann villit ekki. Já, sko, ef að þú ert í tollastríði, þá eru ríki sem eru veikust í því eru smáríkin. Þau hafa lítið slagkraft. Þannig að Bandaríkin getur til skamstíma grætt á þessu, en náttúrulega ef það kemur tollamúr þarna og reyndar mismöndi tollar og mismöndi ríki, það náttúrulega minnka viðskiptin við. Og beinast viðskiptin annað. Já, ég meina smátt og smátt fara lönd að líta, hættan lönd fara að líta á Bandaríkin séu ekki stöðuleika valdandi, þau séu ekki fórustuland sem hættir að treysta á, þau séu ekki svona reliable partner, þau séu ekki einhver aðeins sem hættir að treysta á samstarfið. Ef þetta heldur svona áfram, ég er ekki til sem að sko, næsti fórseti Bandaríkjanna verði endilega svona, við vitum það ekkert, en allavega sko til lengri tíma litið er ekkert víst að Bandaríkin græði mikið á þessu, þannig að sko þessi aðferðans að beita tollum gegn minni ríkjum og allavega það þýðir það að lönd beina viðskipti sín með aðra leiðir og þau fara að mynda bandalega með öðrum ríkjum og ég meina það eru líka lönd eins og Japan og Suður Kórea og sérstaklega Ástralía sem hugsa svo að það er ekki lengur hægt að treysta Bandaríkin. Það kemur að því sem við langaðum að enda, við erum að tala um breytan heim. Við reynum aðeins að horfa á hann út frá hagsmunum og sjónarmiðum Kínverja. Og þú nefndi til dæmis Ástralíu, þá ég teki eftir í bara örskömmum tíma, kannski bara fyrir 3-4 árum að þá var maður að lesa svona Ástralíu að skilgreina sín öryggishagsmuni og viðskiptahagsmuni og þá var þessi svona ógn sem að stafar að Kína bæði út af efnahagslegu afli þeirra, að þeir geti svona einhvern veginn drottnaði yfir okkur efnahagslega og svo líka hernaðarlegur ógn sem að Ástralir hafa alltaf upplifað frá Kína, að þeir séu svona einangraðir langt í burt og þess vegna voru þessi hernaði bandalög sem þú varst að vísa til áðan, búið til. En mér finnst svona bara á svona síðustu misserum hafa orðið svona breyttur tónn og meiri sig á tímabili þegar að Trump var byrjar að hóta tollunum að þá heyrði maður bara frá Japan og Kóreu svona vilja til þess að semja einhvern veginn við Kína, þannig að þetta virðist vera mjög þunnt svona þetta bandalag sem að Bandaríkjamenn gátu áður haft sem er sín bandalagsríki, Suður Kórea, Japan, Ástralía í þessum heimsluta. Er möguleiki á því að þessi átök í Úkraínu og svo náttúrulega í Miðausturlöndum sem að einhver leyti virka svona afhjúpandi fyrir stöðu vesturveldana er horft á Gaza með allt öðru sjónarhorni frá suðrinu í heiminum heldur en úr okkar heimsluta þar sem að stjórnvöldu virðast ekki geta brúðist við sko þjóðarmorði í bakgarðinum. Er staða Kína, fer hún kannski bara hratt, er hún að eflast mjög hratt bara á síðustu misrum? Það bara veit ekki hvernig land Kína verður því að þetta er náttúrulega einræðisríki og það er tölvöld mikið spillingarna, það hefur verið mikill hagvöxtur, en það er mikill tekjuójöfnuður þarna. Þetta er kommunista kerfi, það er spilling, en þeir hafa hins vegar lyft 100 milljónar á fátækt. Það veit ekki hvernig... Þetta er stærsta efnaðsundur menn óttast svolítið Kína því leiti sko, við náttúrulega hér á Íslandi búum við eitthvað svona ófullkomi lýðræði, en þarna er það ekki og fyrir Ástrali sko þá var það þannig, þeir náttúrulega til landið svona álíka fjölmynd á Norðurlöndin, 27 milljónir og þeir eru ábúðslega stórt land og þeir eru í nágrenni við Indónesíu 10.000 fjölmennari
og þegar Indónesía var stór og fátæk þá var allt í lagi, en núna Indónesía að vera stór og rík og þá voru þeir logandi hrættir í Indónesíu sem var næsta pakkaði og það verði hernaðarveldi og þeir muni að fara að svækjast eftir ykkur því að Ástralíu hafa miklu auðlindir og stórt landsvæði og svo það með Kína, hvernig verða þeir, hvers konar land verða þeir og þeir hafa verið harðhendir á Suður Kínahafi og Austur Kínahafi og svo var þetta Tævan. Þannig að þessi lönd eru hrædd og svo náttúrulega kemur líka inn í þetta, þau eru beitt hörðu af Bandaríkjunum, þau geta ekki leitað í það skjól, en þau eru í mjög óþægilegri tilfinning og sumir Ástralíu segja bara svo, við erum bara við erum bara á okkur á eigin vegum, við getum ekki treyst á neitt og við erum að byggja upp okkar eigin her. En þeir eru þó að landið sér stórt að þá eru Ástralíu ekkert margir sko. Þetta eru 27 milljónir. Þetta er eiginlega bara eins og Skandinavía þarna. Já. Og hvernig þeir eru í tölvöði fjallægð, þannig ef það væri verið að fara sjóherraðum, þeir myndu vita með tölvöðin fyrirvara og landhernaður, ég meina þeir hafa vissa yfirbreið, þeir eru á svæðinu og þetta er mjög ríkt land. Ein leið sem að ég veit ekki hvað Bandaríkjamenn myndu gera ef að segjum að þeir sæju að verið að taka Ástralíu, það sem þeir gætu gert, þeir getur látið að bara hafa kjarnorkuvopn. Þeir gætu gert það. Og þeir voru að fá kjarnorkukafbáta, kjarnorkukafbáta núna, það væri hægt að þeir gætu bara sagt við Kímur, ok, haldið bara áfram, en þeir eru með kjarnorkuvopn. Þeir gætu gert það, ég er ekki það var ekki sýnilega beint ógnin sem að Ástralíu stafar að Kína. Mér fannst alltaf svolítið svona, þegar maður var að tala við fólk sem býr í Ástralíu, það sem er alltaf svolítið, það er eitthvað átt að með á þessu, hvernig þið getur séð fyrir þessu yfirvofandi ógn. Já, sko, ég held að þeir séu ekki síður óttasleikni við Indónesíu. Það út af bara landi, út af efnahagslögsögu og allir þetta. Indónesía er orðin mjög öflug til múslimaríki, hún er að verða mjög öflug og hún gæti farið að þjarma að þeim. Þeir, eins og ég sagði, þeir tölu alltaf Indónesíu stóra fátækarlandið, en núna er Indónesía gríðarlega mikill hagvöxtur og við sjáum þetta í þessum Austur-Asíulöndum að þau er að verða rík og þá myndast stólítið sem það er að keppa hilli þeirra, en það vekur athygli sko að sambandið milli Bandaríkjanna og Ástralíu er ekkert gott. Við tókum eftir því, ég var að tala NATO-fundin sem var í Kanada, að þá ætlaði fasistráðherra, hann var lagður af stað til Kanada til að hitta Donald Trump og Donald Trump hann fór og hann passaði sig að vera farinn áður en Zelenski kom og farinn áður en að fasistráðherra Ástralíu kom, niðurlagði þá báða og Ástralíu er svona alveg hefðbundið bandalagsríki Bandaríkjanna, hann hegða sér á mjög sérstakann hátt og að beita Evrópu svona hörðu og að beita Japan og Suður-Kóreu svona hörðu, þetta vekur alls konar spurningu. En Hilmar, varðandi styrk Kína, lýðræði er ekki forsenda efnahagslegs uppgangs og það verður meiri efnahagslegur uppgangur í Kína heldur en við þekkjum. Já, eða taktu Vietnam til dæmis. Já, þetta er bara eitthvað, það var ekkert í líkingu við þetta gerst sko meðan við vorum til, kannski var þetta eitthvað að gerast á fyrstu áratugum 20. aldarinnar á Vesturlöndum, svona uppgangur. Það er gríðarlega innviða uppbygging á meðan að innviðir í Bandaríkjunum hrörna. Það er gríðarlega uppbygging háskólasamfélagsins þar á meðan að háskólasamfélagið í Bandaríkjunum er í varnarstöðu. Það er uppbygging á húsnæði, á heilbrigðiskerfum og öðru slíku sem á sér stað. En alltaf þegar maður ræðir þennan uppgang í Kína þá er svona tilhneiging allra á Vesturlöndum að fara að tala sko lýðræðis annmarka og persónufrelsi fólks svona slíkt. En þarna er gríðarlegt afl sem hefur orðið og gríðarlegur efnahagslegur styrkur. Ég hef aðeins verið í Afríku og þú hefur farið víða heiminn og maður bara finnum aður sko, bara maður finnur aflið í Kína hvað er sterkt og auðvitað og hvernig það sogar eiginlega til sín viðskipti. Það var eiginlega út frá þessu sjónarhorni sem mann langar að spyrja sko stöðu Kína í þessum breytta heimi. Já, sko það er mjög mismunandi tekjudreifingu mjög mismunandi eftir hérum. Aðalauðurinn eru borgirnir sem líka sjó, Shanghai, Hong Kong sem hluti af Kína sem þetta var ríkt árin að fórn í Kína. Svipað á við Bandaríkin, það mesti efnahagsuppgangurinn við vestur- og vesturströndina. Þegar þú ferð inn í Kína þá
hefur fólk miklu fátækara. En ég að spyrja áhrif Kína í heiminum. Já. Því það eru lönd meira sem bara í Suður-Ameríku sem að horfa til þess að viðskipti við Kína geta ykkur leiti aukið sjálfstæði ríkjanna og kannski dregið aðeins úr þessu ógn sem hefur alltaf verið staðið af stórveldinu í norðri. Ég nefndi Afríku sem að mörguleiti bara snúa sér að Kína. Já, það Afríka, ég var þetta í fjárfestingu, til þess að tökur Alþjóðabankann, þannig að fjárfesta, eða Bandaríkin, þá voru alls konar spurningar mannréttindi, stjórnsýslu, lýðræði, þú færði ekki peninga nú uppfyllir alls konar umhverfis skilyrði, ég var vant hjá Alþjóðabankann, þetta var óbóðslega allt hægt, það voru svo mikið að skilur sem uppfylla þess að mikið peninga. Kínverjar slátt alltaf á borðinu. Það er bara farið í einhverja framkvæmt í Afríku og þetta er bara gert á einhverjum vikum eða dögum það sem það tæki mörg ára að gera annars þar og það er enga spurningar jafnréttismál eða mannréttindi eða lýðræði eða einu sinni umhverfismál, þetta er bara framkvæmtin er bara gerð og þú sér það að það sem að ég var að tala Monroe-kenninguna á, það sem hefur vekur athygli að Kínverjar eru ekki með heri í Suður-Ameríku en það er orðið gríðarlega víðtæk viðskipti og fjárfesting Kínverja í Suður-Ameríku og Mið-Ameríku, alveg gríðarlega mikið. Þeir eru víðast hvarandi stærri heldur en Bandaríkin, þannig að þeir eru að hasta sig völl víða en eins og gera þetta en svo kemur á móti þessi ótti við Kínverjar að þeir eru mjög fjölmennir og þegar ég er að tala við Afríkubúa þá svolítið óttast þeir hvað þetta er orðið mikil sig, hvað eru margir Kínverjar eða allt fullt af Kínverjar, þeir nota sitt eigi fólk til að gera mikið af þessu og svo líka skuldsetning til dæmis ef við tökum löndið svo Sri Lanka fyrir alls konar framkvæmdir sem að þeir geti ekki staðið við og þá afsalast þeir sér yfirráðum yfir ykkur í leikil höfn til Kínverja. Nýfrjálsir nýlendur gerðu á sínu tíma gagnvart Vesturlöndum og bankakerfinu þar mikla framkvæmdir svona fyrstu 10-15 árin og svo allt í einu kemur í ljós að nýfrjálsir nýlendur höfðu raunverulega ekkert frelsi og þurftu að afsala sér eiginlega auðlindum og efnaðslegri getu til vesturveldana. Já, ef það kemur í ljós að löndin sem er að fá fjárfestingar og alls konar hluti frá Kína, að þau get ekki stað undir því, þá er byrjað að semja einhvers konar yfirráð, 99 ára samninga eitthvað yfirráð. Þannig að þetta er kallað þetta er svona debt trapped diplomacy, það er að segja löndin eru skuldsett svo koma hérna einhver yfir að þú sér bara að Kínverjar Við þekkjum þetta í sögunni, þetta getur verið saga vestur Afríku frá því að þau öðluðust sjálfstæði og þangað til að þau eiginlega mistu það efnahagslegt sjálfstæði yfir til gömlu nýlenduveldana. Þetta er ári Frakka í gömlu nýlendur sínum í Afríku, þeir bara soga meira sig út úr gjaldmiðlinum einhvern veginn, náður að halda þessum löndum í helgripum. En ekki furða þótt að þessi lönd vilja frekar skipta við Kína. Heldur gömlu nýlenduveldin? Já, en allavega Kínverjarnir eru Kínverjarnir, Rússar og Brasilíumenn og Suður-Afríka vinna samanlega gegnum BRICS og það er svona samráðsvettfangur og svo fylgja því viðskipti. Kínverjar hafa alltaf verið óánægðir með Alþjóðabankann til dæmis og Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, þeir teljast ekki hafa nóg mikið völdar með að við sína stærð, bæði fjölda og efnahagslega styrk. Þess vegna eru þeir að byggja upp sína eigin stofnanir. Asian Infrastructure Investment Bank og New Development Bank, þeir eru að byggja upp sína eigin stofnanir, fjárfest í þessu löndum og reyna að auka sín viðskipti og ég held að margt að sé til góðs en ég meina en svo getur þetta líka þýtt að lönd missa einhver leiti sjálfstæði sitt að því leiti að þau ráði ekki við sína skuldsetning og það er það sem Bandaríkjamenn er alltaf að predika en ég meina sumir leiðtogar Afríku segja ef það kemur bandarískur stjórnmálamaður til okkar í heimsókn eða einhver bandarískur aðili, þá fáum við fyrirlestur lýðræði og mannréttindi. En ef það kemur einhver frá Kína, þá er bara að vera að tala framkvæmdir og svo koma bara peningarnir flæðandi og framkvæmdirnar þetta er bara gert á bara örskumum tíma sem það er að gera. Þannig að það er ekki skrítið þó mörg Afríkur ekki sjái leika á borði í þessu og í mörgum Afríkurum í dag er núna mjög mikill hagvöxtur sem var ekki áður. Þannig að þau hafa notið góðs af því og sérstaklega ekki síst í innviðum.
Þannig að ég held að það geti verið til góð sem náttúrulega löndi sjálf, náttúrulega lönd sem eru sem eru í mestri hættur og lönd sem hafa mjög veika stjórnsýslu og geta ekki haft inn að stjórna á flæðinu. Þetta þurfa þau sjálfa að reikna á það út að þetta sé sjálfbært og þau geti staðið undir og þurfa ekki að fara að afsala sér einhverjum svæðum í 99 ár til að því þau geti ekki borgað sína skuldir. Og það náttúrulega ákveðin hætta. En ég meina, ég held að sko Kínverjar að byggja þetta Belt and Road og Belt og braut og með gríðarlegum innviða framkvæmdum og það að eflaust vilja þau auka sín völd í heiminum með þessu. En þetta líka byggist af því að Kína allt útflutningsdrifið hagkerfi. Þetta byggir allt á útflutningi. Ég meina, það alveg ólíkt með Austur-Asíu með aðrar álfur í heiminum, þeirra hagvextur byggir á miklum útflutningi og ef þú byggir hagkerfið þitt útflutningi þá þarftu að hafa flutningaleiðir og fjárfesta gríðarlega mikið í innviðum og það kannski stærsta máli hjá þeim og þess vegna þeir að því þeir eru svo hrættir að flutningaleiðir gegnum frá Asíu til svo kallar Malakka-streit milli Indónesíu og Malasíu verið lokað, þá þeir að reyna að komast framhjá í saman með Rússa í norðurskautið og svo til þess að komast í Persaflóan þar sem þeir fá mesta sinni olíu sem þeir hrættir að verið lokað, þá þeir að byggja hæfa í að gríðarlega mikið veg að þverti við Pakistan. Þetta snýst voðalega mikið að halda flutningaleiðum opnum og tryggja flutninga. Ef að líka hagkerfið eins og það var að vaksa, það var að vaksa 7% á ári, það tvöfaldast sér stærð á hverju 10 ára fresti. Og þá þetta svo mikill vöxtur og þá bara eðlilegt að land sem í þeirri stöðu og svona stórt að það að berjast að styrkja flutningaleiðir. En svo geta það verið svona hliðarverkanir að það náðir völdum og finna það og fara það kannski lönd í vandanum. Ég nefndi Sri Lanka sem að tapaði ykkur höfni eitthvað, ég hef hitt fólk sem hann hefur komið að þeir bara gáti ekki staðið undir að greiða fyrir þetta og þá bara gerði eitthvað langtíma samningur. Og auðvitað Kína, ég meina, Kína bara eins og önnur stórveldi. Þeir eru bara ekkert, ég meina stórveldi að haga sér svona, þeir eru með áhrifasvæði. Og ein ástæða sem mjög ólíkt með Kína, að Kína hefur ekki verið að þvæla svona víða eins og Bandaríkin. Ástæðan fyrir Bandaríkin að þvæla svona víða svo að þeir eru með 2 landamæri við 2 ríkin, Kanada og Mexíkó. Bæði mjög veik lönd í samanburðinum. Og að því það engin ógn sem stafar af Bandaríkjunum, þá fara að þvælast út allan heim. Að því þeir eru með öflugan her, þetta mjög ríkt land og hafa fjárfest mikið í hernaði og þeir geta verið út allt að tryggja sig í Miðausturlöndum og hinga á þangað og Evrópu og svo núna Austur-Asíu að reyna að tryggja sína hagsmuni og aðgang á auðlindum og allt sem þeir þurfa. Á meðan að Kína með landamæri við 14 ríki og í vandræðum allstaðar, ef þú ert með landamæri við 14 lönd og þú ert með varnarmálaráðuneyti, þá það varnarmálaráðuneyti að hugsa 14 landamæri og þetta skipta hópnum og fyrir það sem forseti eða leiðtogi landsins að þú getur ekki verið að hugsa svona mörg mál í einu. Það kemur ekki bara Bandaríkin, fyrir Bandaríkin að þurfa að hugsa Miðausturlönd, Evrópu og Austur-Asíu, það eiginlega mikið. En fyrir Kína þau þurfa að hugsa 14 landamæri og svo líka lönd sem ekki landamæri við það sem þeir líta sem hættulega við sig, eins og Japan og Suður-Kóreu. Þannig að vegna þess vegna þess þeir eru með 14 landamæri og þeir eru með þessi lönd sem eru nálægt á sjó, að þeir komast bara ekki í að vera í átökum út allan heim. Þeir eru bara uppteknir við þetta. Þú þarft að skipta utanríkisráðuneytinu á öll þessi svæði. Þeir hafa nú nóga mannskap, svo sem. Þeir hafa mannskap en æðstu yfirstjórnendur, þeir lenda í vandræðum. Þú getur ekki verið með 10 eða 14 máli í höfðun á sama tíma. Þú getur það ekki. Þess vegna eru miklu meiri takmörk fyrir því hvað þú getur gert. Sama með Rússland. Þeir eru líka með landamæri við 14 ríki. Þannig að þessi lönd geta ekki verið hvað Bandaríkin búin að vera í styrjöldum, mörgum styrjöldum í Miðausturlöndum? Það eru bara mörgum eilífum stríðum eins og þið segja sjálfur. Þetta stafar af því að þeir eru, held ég, að þeir eru í tiltölulega friðsömu umhverfi og Kína myndi kannski hefða sér eins eða væri í svipaðri aðstöðu en þeirra staða bara mjög ólík.
Herðu Hilmar, ég ætla að sleppa þér til Asíu, þú ætlar að vera þarna í nokkra mánuði, kannski fæ ég að ræða við þig í gegnum Zoom, þú segir okkur fréttir frá... Já, ég tók mikrofónið með mér og headphoneið, sjá hvernig það gengur. Já, sjá hvernig það gengur. Kærar þakkir. Takk fyrir. En við ætlum að vera áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hérna heim sem við lifum í, næsti kafli eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.